Haukur, tap hér í dag fyrir Finnunum á þeirra heimavelli, þetta hlýtur að vera að svíða dálítið. Já, þetta gerir það nú. Mér fannst þið vera með þá, það var bara þannig, en þeir bara, hvað var maður að segja, þeir settu stóru skotin og svona nokkri dómar hér og þar sem hefði getað farið okkar megin, en þetta stingur. Mér fannst þið vera með þá og við erum ekkert síður en þetta lið. Er ekki svona pínu súrsæð tilfinning að vera á þessu sviði, vera nýbúin með leik og hafa átt möguleika að vinna og vera vonsvík? Jó, auðvitað, en samt ekki. Við erum bara þetta góðir, skilju. Þetta lið henta okkur mjög vel, skilju. Þeir spila eins og við og er ekki með þessa risastóru menn undir körfunni og þetta var svona leikurinn sem við hefðum getað unnið og mér fannst við vorum hársbreidd frá því. Því miður þá fór það ekki þannig en þetta er bara, við erum bara svona góðir, skilju. Það er ástæði fyrir við erum hérna og það er ástæði fyrir við gert þetta tvisvar, Það styttist í að við náum einum tveim sigrum hérna, sko. Litla liðið, þetta var svolítið þannig að við vorum pínu óheppnir, það datt ekki mikið með okkur inn í lokin. Já, það voru bara nokkrir dómar sem voru meira, kannski hinum megin heldur en okkar megin og ekki að það liggi beint þar, skilju, en það er samt. Það tekur á að maður sé í leik og maður er að fara að vinna, maður bara fann það og síðan er verið að taka þetta frá manni með svona og þetta bara stingur, það er bara þannig. Þegar við horfum tilbaka á þetta mót eftir kannski nokkra vikur, hvernig heldur það verði? Ég mun alltaf ganga frá þessu stoltur, ég mun alltaf horfa tilbaka og ég mun alltaf vera ánægður með okkar verk og jú, Pól verið leikurinn, það var bara þannig, við vorum bara lélegir og það er bara þannig en við gáum okkur allt í þetta og ég geng mjög stoltur frá þessu og flestir allir og ég er mjög stoltur af þessu liði. Framöndan í landsliðinu er náttúrulega undankeppni HM. Það er möguleiki á einhverjum kynslóðaskiptum. Er það eitthvað sem þú vilt alls ekki sjá eða hvernig? Ég vil bara tefla fram besta liðinu. Þótt að sé 38 eða 37 eða 40 eða 50 maður, þá bara ég vil alltaf tefla fram besta liðinu. Ég er ekki þessi svona að því yngri því betra því að það er betra fyrir okkur sem landslið í framtíðinni en bara við höfum alltaf tefla fram besta liðinu en ef einhverju verður ekki með, ef einhverju að taka síðasta leikinn sinn hérna þá var það leiðilegt því bara rosalega gaman að spila með öllum þessum strákum og þeir hafa að gefa manni mikið og kennt manni mikið og maður bara lært fáránlega mikið frá þeim þessum elstu sem bara gefist aldrei upp og það er eitthvað sem vonandi kemur einhver annar með það, hvort það verði ég eða einhver annar sem kemur með það inn í liðið en jú, ég mun sjá eftir einhverjum af þessum strákum. Ert þú tilbúinn persónulega til að taka við leiðtogahlutverki í þessu liði? Já, ég er svona búinn að vera kannski svona við það síðustu ár kannski, ekki að taka við einhverju keflinu, mér finnst svona allir bera þetta einhvern veginn saman sko í samvinningu og Jón Arnar er alltaf búinn að vera okkar helsti maður og Hlynur og Logi svona í öðruvísi leiðtogahlutverki og en við bara vonandi gerum það bara allir saman í samvinningu. Mér finnst það alltaf einhvern veginn best heldur en að sé eitthvað meira á einu manni eða eitthvað þannig en ég er svo sem alltaf tilbúinn, það er bara þannig. Síðast árinni sleppið nokkur orðum stuðningsmenn Íslands hér í dag. Það er eiginlega ekki orð sem ég get sagt, ég er búinn að segja allt annað sem hægt er að segja. Þetta er frekar eins og það eru 10.000 Íslendingar heldur en eistar í þessari höll, bara frábært og þvílíkt stoltur og bara hafa þessa stuðningsmenn bara hafa gefið okkur fáránlega mikið og vonandi gáfum við þeim allavega eitthvað tilbaka og þeir geta verið stoltir af okkur.